Genapróf þegar það tekið lífsýni úr fólki og verið að skoða erfðaefnið. Þetta gert ýmist með því að taka blóðprufu eða hreinlega að taka smá stroku, þetta er næstu eins og eyrnapinni og stundum verið notaði bara hreinlega eyrnapinnar, að skafa örlítið innan úr kinnina okkur. Það endurnýjast húðfrumurnar mjög hratt og tekið smá strok og þá leynist í því yfirleitt nóg af heilum frumum til þess að skoða okkur erfðaefnið. Það eru 20.000 gen í erfðamengi okkar og við eigum leiðir til þess að skoða nákvæmlega hvaða gen einn einstaklingur inniheldur og hver ekki. Þetta hægt að gera til þess að athuga hvort einstaklingar eru skyldir, til dæmis ef það deilur uppi hver sé faðir einhvers, þá hægt að skoða erfðaefnið. Það er líka hægt að athuga hvort við erum með einhver gen sem auka líkurnar á til dæmis einhverjum sjúkdómi eins og krabbameini. Þekktast náttúrulega BRCA-genið sem hægt að greina bara hvort fólk er með eða ekki, því að einstaklingar með BRCA-gen eru mörgum sinnum líklegri til þess að fá krabbamein heldur en aðrir og þá er hægt að fylgjast betur með þeim einstaklingum og grípa fyrr inn í ef þeir fá krabbamein.